rannsóknarblaðamennsku, 8. þáttur. Og þar var hér á Klemmbrott í bílastæðahúsinu þar sem fyrsti þátturinn var tekinn bíla. Atli sagði hér að þetta væri mjög flott og Ísland ætti að eiga meiri pening til að byggja eitthvað svona og fleira. Það var í rannsóknarblaðamennsku 3. þætti. Það var skemmtilegt sko að bara vera svona í rannsóknarblaðamennsku. Mér finnst bara skemmtilegt að vera í svona þættum og það er kannski ekki Mitt fagsvið eða ekki bara? Já, og Það er ekki mjög gaman, heyra. Gott að flokka. Flokkunarátak, kannski seríu 2. Það eru mjög óheilsusamleg. Sem betur við erum búin að finna góða syrpu sem aðeins er afi Úlfur. Hvernig er syrpan, Úlfur? Hvernig er þessi syrpa, Úlfur? Þetta er keyrum hann bara í gang. Afi Úlfur! Afi Úlfur, átt þú eina flotta luxusbíl? Að sjálfsögðu dúllanir mín vegna þess að ég er töffari. En er þetta hybrid? Ég veit það ekki. Eru gelluþjónustustúlkur í bílnum? Nei, ég held ekki. En það gæti verið í heimilinu mínu. Jú! Sérðu ekki! Afi Úlfur, áttu jójó í? Að sjálfsögðu skólastelpan mín. Ég er ekki stelpa! Áttu chihuahua? Já, svona 100. Nei, þú ert að ljúga, afi. Er það ekki? Jú. Nei! Baby, chihuahua! Chihuahua, baby! Ertu lesbía, Úlfur, afi? Oh my god! Velkomin í Úlfa úti jóga. Í fyrsta ætlum við að gera bikini með guano. Það er þannig að þið eigið að krossa saman fæturna ykkar og slaka á í anda friðsins og reyna að míga í ykkur. Þannig að þið eigið að spretta ykkur upp og reyna að meiða ykkur í beinunum. Hérna og hérna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður á að gera það núna. Það er svona. Þá er næsta manneskja komin, Bói. Hann er í Þýskalandi að gera vöruverslun. Yfir til þín, Magnús. Hér sjáum við Kellogg's Cornflakes á 369 evrur og 325 grunn. Hér fyrst líka vín. Það er kostur sem ekki var að finna á Íslandi. Við tókum eftir því að þessar lasagnaplötur voru rosalega ódýrar. Kostuðu 0,75 evrur. Þessi egg hér kosta, þetta eru 10 egg, kosta 2,79 evrur. Við ákveðum að við svissum þessu þegar við komum yfir til Reykjavíkur. Takk fyrir okkur í vetur, við sjáumst í öðru efni sem Páll gerir, en við viljum þakka fyrir veturinn. Við